En bara hjartalega velkomin, gaman að fá að þjóna til ykkar bæði í lofgjörð og með orði Guðs. Og það alltaf heiður að fá að þjóna með orði Drottins. Orð Drottins það sem heldur öllu uppi, orð máttar Guðs. Orð Drottins var það sem frelsaði mig. Ég man eftir því að það var í kirkju þar sem að Snorri var forstöðumaður út í Vestmannaeyjum. Þar frelsaðist ég árið 1994. Og þeim degi vil ég aldrei gleyma, dýrmætasti dagur í mínu lífi, þegar ég var leiddur til Drottins, meðal annars af honum, Snorra, og hans konu. Og þetta hlutur sem við viljum aldrei gleyma þegar við komum til Drottins í fyrsta skipti. Og þetta lag sem við vorum að syngja hérna rétt áðan, I Surrender, þetta svolítið mikið á ensku, því að það enskumælandi fólk hér líka. Þetta kannski hlutur sem við áttum okkur ekki alveg á hvað þýðir. Við könnumst öll við það þegar við komum til Drottins fyrst og við gáfumst upp. Við gáfum honum líf okkar í rauninni í fyrsta skipti. Og það var svona viss uppgjöf í líf okkar. Ég man eftir því þegar ég kom til Drottins að ég hafði verið að leita að lausnin í mitt líf. Ég vissi ekki hverju ég var að leita að. Ég vissi ekki að ég var að leita að Jesú. Ég vissi bara að ég var að leita að lausnin í líf mitt. Mér langaði ekki að lifa eins og ég lifði. Ég var leiður á lífinu og hafði meira sér íhugað að taka líf mitt. En svo svona innan gæsalappa álpaðist ég inn á samkomu í Bethel í Vestmannaeyjum, staður sem ég hafi heitið því að fara aldrei inn á. Mér fannst þetta alveg stórfurðulegt fólk þarna inni. Þannig að við erum stórfurðulegi í augum þeirra sem utan eru. Það er bara þannig, sko. En Drottinn leiddi mig á þessa samkomu og hann frelsaði mig. Það var ekki að því að mig langaði að ég var að leita að honum, hann bara frelsaði mig. Af því að hann elskaði mig. Og hann elskaði mig jafn mikið í dag eins og hann gerði þá. Af hverju ætti hann ekki að vilja frelsa mig og leysa mig hvern dag alveg eins og hann gerði þá, núna þegar ég hef löngunina til hans. Að gefast upp fyrir honum ekki eitthvað sem gerist bara einu sinni. Ég ætla að stökkva inn í vers í Sálmunum, Sálmi númer 100, vers 4. Þetta vers sem við þekkjum eflaust flest okkar. Sálmur 100, vers 4. Og þar segir, gangið inn hlið hans með lofsöng, inn í forgarða hans með sálmum, lofið hann og vexa með nafn hans. Þetta aðeins öðruvísi þýðing heldur en kannski í ensku þýðingunni, þá talað I will enter his gates with thanksgiving, með þakkargjörð. Og svo segir, and into his courts with praise, inn í forgarða hans með lofsöng. Og þetta náttúrulega verið að vísa í á tímum Gamla testamentisins þegar musterið var og þegar tjaldbúðin var, að þá gengu þeir inn hliðið á forgarðinum, inn í forgarðin og færðu þar fórnir. Það fyrsta sem að mætti þeim inn í forgarðinum var brennifórnaraltari og þeir áttu að færa þar fórnir og friðþægja þar með fyrir syndir sínar og svo framvegis. Ég spyr í dag, að því að orð Guðs nytsamt fyrir okkur í dag, allt orð Guðs, Gamla testamenti líka, nytsamt í fræðslu umvöndunarlegar leiðréttingar og menntunarlegri réttlæti eins og það kennir okkur. Hverjir eru forgarðar Drottins og hver eru hans hlið hjá okkur í dag? Ekki fyrir að ganga inn í gamla forgarðinn eða inn í gamla musterið með uxa og geitur í eftirdragi. Nei. Jú, það náttúrulega það þegar við komum inn í hús Guðs eins og við gerum í dag. En líka bara þegar við erum í lífinu fyrir utan, í vinnunni og við rötum inn í kringumstæður okkar. Við erum leidd inn í allskyns aðstæður, allskyns kringumstæður í lífinu. Það eru forgarðar Drottins í lífi okkar. Og alltaf stöndum við frammi fyrir sama vali og þeir gerðu forðum. Við stöndum frammi fyrir þessu altari, andlega, og valið stendur á milli þess hvað ætla ég að færa á þetta altari núna. Núna hef ég ratað inn í þessar kringumstæður. Hvað ætla ég að gera? Hvaða fórn ætla ég að færa í dag? Hvaða fórn ætla ég að færa inn í þessum forgarði mínu núna?
Þetta er hlutur sem við stöndum frammi fyrir marg oft á dag. Ætla ég að láta reiðina blossa upp í hjarta mínu? Ætla ég að láta hatrið koma út af munni mínum? Ætla ég að láta skort á fyrirgefningu vaxa í hjarta mínu? Hvaða fórn vill Drottinn að ég færi akkúrat núna þegar ég stend í þessum kringumstæðum mínum? Við getum öll tengt við eitthvað í líf okkar, einhverjar aðstæður sem við erum í akkúrat núna. Hvað ætla ég að gera? Hvað vill Drottinn að ég geri? Í öðrum sálmi, sálmi númer 50, það er svolítið merkilegt vers, sem er númer 23. Það segir, sá sem færir þakkargjörð á fórn, hann heiðrar mig. Amen. Ef að ég ætla að heiðra Drottinn í kringumstæðum mínum, sama hverjar þær eru, jákvæðar, neikvæðar, slæmar innan gæsalappa eða góðar, óþægilegar eða þægilegar, hvaða fórn ætla ég að færa? Þá veit ég það að Drottinn segir, sá sem færir þakkargjörðarfórn, hann heiðrar mig. Ég get alltaf verið viss það, alveg sama hvað ég gengi gegnum, ef ég færi Guði þakkir, sama þó ég skilji ekkert í því sem ég er að ganga í gegnum. Ef ég bara ven mig á það, ég færi honum þakkir. Drottinn, ég þakka þér fyrir þær aðstæður sem ég hef verið leiddur inn í akkúrat núna. Ég skil þær ómögulega, ég vildi óska þess ég geti sneitt fram hjá þeim, ég vildi óska þess ég geti gert eitthvað annað í staðinn, en ég vil bara þakka þér að ég veit að þú ert almáttugur, lifandi, heilagur Guð. Ég gef honum ekki þakkir vegna þess að ég skil svo vel það sem hann er að gera í lífi mínu. Ég gef honum þakkir að ég veit bara að hann er réttlátur. Alveg sama hvað. Hann er alltaf réttlátur Guð. Í Matteusi 13. kafla, það er talað á þó nokkuð mörgum stöðum í Biblíunni fólk sem er blind, og kannski meira í Nýja testamentinu, þar sem að blindir menn eða blindar konur voru færðar til Drottins. Ein af þessum sögum segir frá 2 blindum mönnum sem sátu við vegkantinn. Hefur einhver hér inni fundið sig við vegkantinn? Sitjandi við vegkantinn, óskandi þess að þú gætir gengið veginn alveg eins og hinir að gera. Eða hafi bara eitthvað gerst í lífinu sem var til þess að þér fannst þess að þið verið stuggað út fyrir veginn og setur út í vegkantinum, máttlaus. Það er enginn sem gengur í gegnum allt lífið átakalaust. Og einhvern tímann upplifum við öll það að finnast, við sitja við vegkantinn og við sjáum, okkur finnst allir aðrir vera að ganga veginn eins og á að gera það, en við einhvern veginn sitjum eftir. Þarna sátu 2 blindir menn við vegkantinn, og hvað er það fyrsta sem gerist í okkar lífum þegar við finnum okkur við vegkantinn máttlaus? Hvað er það sem gerist? Skilningur okkar blindast. Við verðum blind í skilningi okkar. Við hættum að skilja af hverju hlutirnir eins og þeir eru. Drottinn, af hverju gerur hlutin eins og þú ert að gera þá? Af hverju gerur þetta ekki einhvern veginn öðruvísi? Af hverju þetta og af hverju hitt? Hversu lengi þetta og hversu lengi hitt? Hversu lengi á ég þurfa að sitja hér, Drottinn? Ég bið og bið, en þú virðist ekki heyra bæn mína. Skiljið hvað er að fara? Við þekkjum þetta öll á einhvern hátt. Skilningur okkar blindast og þannig sitjum við eins og blindir menn við vegkantinn.
Það var svolítið merkilegt sem gerðist þarna. Þessir tveir, þeir náðu athygli drottins á sérstakan hátt, sem hinir náðu ekki. Og fullt af fólki sem elti Jesú á veginum. Þeir sátu við vegkantinn og þeir hrópuðu: Jesús, sonur Davíðs. Gerum okkur grein fyrir hvað í rauninni þeir voru að segja, hvað þeir voru að játa út. Þeir voru í rauninni að ákalla hann sem þann sem lögmáli hafði fyrirheitið. Þeir voru í rauninni að ákalla hann sem Messías, hinn smurði drottins. Og þá voru nokkrir sem sögðu: ekki vera angran. Og hvað það sem gerist í okkar lífum, systkini, þegar við tökum okkur á, við sitjum við vegkantinn, hálfblind í skilningi okkar, og við ákváðum að velja það: ég ætla bara að lofa drottinn, hinn smurði Ísraels, réttláti Guð. Þá kemur einhver rödd hérna uppi sem segir: ertu ekki að angra hann? Sérðu hvar þú situr? Hann vill ekkert með þetta hafa. Hann bara að ganga áfram veginn. Vertu ekki að trufla hann með þessu. En hvað gerðu þeir? Þá hrópuðu þeir enn fremur, enn hærra. Það það sem að nær athygli drottins. Þeir hrópuðu: Jesús, sonur Davíðs, miskunn á okkur. Og hann stoppaði. Þetta náði athygli drottins. Það var ekki endilega hrópið hversu hátt það var, heldur neyðin í hjarta þeirra hrópaði svo hátt að hún náði athygli Guðs. Á meðan þeir sátu í vegkantinum, þá var smátt og smátt, án þess að þeir gerðu sér grein fyrir, var smátt og smátt að myndast í hjarta þeirra hróp, neyðaróp, sem að myndi ná athygli Guðs almáttugs. Og hann kemur til þeirra og segir: hvað vilja þið gera fyrir ykkur? Hvað myndir þið gera ef drottinn myndi spyrja þið bara að þessu? Þú veist, setja þetta vald í þínar hendur. Hvað viltu að ég gera fyrir þig? Ég bara veit það ekki. Bara eitthvað, skilurðu. Hvað viltu að ég gera fyrir þig? Allt í einu stóðu þeim allar dyr opnar. Allar dyr. En þess að hafði vaxið í hjarta þeirra eitthvað neyðaróp, eitthvað hróp sem ekki allir áttu, sem gat ekki myndast einhvers staðar annar staðar. Það varð að gerast við vegkantinn. Ef þú finnur þig þar við vegkantinn, hjálpar vana, þá skaltu ekki óttast. Þetta staður sem svo dýrmætur að þú gerir þér enga grein fyrir hversu dýrmætur hann er. Það kemur að þeim degi þegar drottinn kemur til þín og spyr þig: hvað viltu að ég geri fyrir þig? Það saga í Mattheúsi 13, saga sem við þekkjum öll og höfum heyrt mörgum sinnum, sáðmanninn sem gekk út að sá. Ég ætla að lesa vers 3 og 4. Og það segir: hann talaði margt til þeirra í dæmisögum. Hann sagði: sáðmaður gekk út að sá, og þá hann sáði, féll sumt hjá götunni, takið eftir þessu, við vegkantinn. Og fuglar komu og átu það upp. Sáðkorn sem féll við vegkantinn. Og fuglar komu og átu það upp. Okay? Stökkum svo yfir í vers 18, þar sem hann byrjar að útskýra. Ég ætla ekki að fara í alla söguna, ég ætla bara að pikka þetta út, þar sem hann farin að útskýra þessa dæmisögu. Og það segir í versi 18: heyrið þá hvað dæmisagan sáðmanninn merkir. Þegar einhver heyrir orðið, takk eftir, einhver heyrir orðið ríkið, en skilur það ekki. Þá kemur hinn vondi og rænir því sem sáð var í hjarta hans. Það sem sáð var við götuna merkir þetta. Það er að segja að það sem sáð var við vegkantinn merkir þann sem hefur heyrt orð Guðs ríkið, Guðs ríkið sem innra með okkur, en hann skilur það ekki. Hvað þýðir þetta?
Nákvæmlega það sem við vorum að tala áðan, þegar þú situr við vegkantinn, hjálparvana, blindur í skilningi þínum, skilur ekki. Þá nokkurn veginn alveg sama hvaða orði tala til okkar. Því einhvern veginn svona stolið frá okkur. Við eigum bara oft erfitt með að tilenga okkur orð Guðs þegar við sitjum við vegkantinn. En til þess að opna skilning okkar og gefa okkur sjónin á ný, hvert fer Drottinn með okkur þá? Til þess að opna augu okkar, alveg eins og blindumennirnir sögðu, bara ég fái sjónina aftur, sem þýðir það að þeir höfðu sjónina áður. Hvað þarf Drottinn að gera? Mér finnst alltaf svolítið asnalegt að segja að Drottinn þarf að gera eitthvað. Hann þarf ekki að gera neitt. Hann bara gerir ef hann vill. Hann þarf ekkert. Það engar hömlur settar á Guð. Hann gerir það sem hann vill, ef hann vill það og þegar hann vill það. Það langar mig til þess að stökkva í Jeremía, kafla 18. Ég elska hana kafla. Hann hefur gefið mér svo mikið og blessað mig svo mikið. Jeremía, kafli 18, vers 1. Orðið sem kom til Jeremía frá Drottni. Stattu og gakk ofan í hús leirkerasmiðsins. Svo segir, þar vil ég láta þig heyra orð mín. Jeremía hafði ekkert skilið orð Guðs fullkomlega fram að þessu. Hann hafði ekki hugmynd hvað áætlun Guð hafði fyrir hann. Hann hafði ekki hugmynd hvað hann átti eftir að gangi í gegnum. En hann sagði, farðu niður í hús leirkerasmiðsins, þar vil ég láta þig heyra. Þar vil ég opna skilningin, þar vil ég opna augu þín fyrir orði mínu. Og ég gekk ofan í hús leirkerasmiðsins og var hann að verki sínu við hjólið. Svo kemur þetta. Mistækist kerið sem hann var að búa til, þá bjó hann aftur til úr því annað ker, eins og leirkerasmiðnum leist að gjöra. Þá kom orð Drottins til mín, get ég ekki farið með yður, eins og þessi leirkerasmiður, þú Ísraels hús, segir Drottinn, sjá, eins og leirinn í hendi leirkerasmiðsins, svo eru þér í minni hendi, Ísraels hús. Hann setur þessa samlíkingu við sjálfan sig og okkur við þessa sögu í orði Guðs. Og tóku eftir þessu þegar hann sagði, mistækist kerið. Ok, ef að Drottinn leirkerasmiður og við erum leirinn, gerir Drottinn mistök? Að sjálfsögðu ekki. Ef þér finnst þú brotinn, beygð, marinn, sundurkramin, þá það ekki vegna þess að það hafa verið gerð mistök í lífið þínu. Við lásum þetta rétt á hann. Hann tekur kerið sem brotið og meyrt. Hann knosar það, hnoðar það og býr til annað ker úr sama leirnum. Hann tekur ekki nýjan leir og kastar þessum í ruslið. Hann notar gamla leirinn og býr til nýtt ker eins og honum líst að gjöra. Þetta blessar mig alltaf, bæði þegar ég lesi þetta og þegar ég tala það sjálfur. Hann tekur ekki gamla leirinn og hendir honum. Þú ert ekki verðlaus þrátt fyrir allt sem þú gengið í gegnum. Þú ert bara efni til þess að búa til ker sem svo fallegt. Ker sem standa eilífð. Ker sem að hann geta dást af alla eilífð.
Ég heyrði einu sinni yndislega samlíkingu. Og kennari sem var að kenna úlingum, hann var með $20 seðil og hann spurði þau hver vill eiga hana seðil og allir réttu upp hendi, ég skal. Hann tók hennar seðil og kramdi hann saman í hendinni, beyglaði hann allan, tók hann svo, hver vill eiga hann? Ég, allir vildi eiga hann. Tók hann og hendi honum í gólfið og stappaði á honum og tróð á honum og hann var drullu skítur og hann tók hann upp og hver vill eiga hann? Ég, það vill allir eiga hann. Og hann sagði nákvæmlega, verðgildi þess hefur ekkert breyst þó að sé beyglað og brotið. Sama með ykkur, sagði hann. Og þetta á við í dag, sama með okkur. Hversu beygluð og brotin við höfum verið, verðgildið enn það sama. Við erum enn þess virði að honum þóknaðist að gefa líf sitt til þess að kaupa okkur tilbaka. Þess vegna breytist verðgildið ekki neitt. Hann hefur þegar keypt okkur, við erum hans eign. Og þó að verði brotið aðeins á okkur og okkur verður aðeins tróðið niður í svaðið, við verðum sett á hjólið til þess að spinna þar og við finnum drulluna í augunum á okkur, þá er það bara allt í lagi. Þetta bara því að hann réttlátur, góður og trúfastur Guð. Förum í bara seinna Korinthubréf. Seinna Korinthubréf, 4. kafli. Við munum eftir því þegar drottinn, eða það kom maður, blindur maður, aftur blindur maður, kemur til drottins og muniði hvernig hann læknaði hann skyrti á jörðina. Bjó til hvað? Leðju. Og nuddaði í augun á hann. Þetta bara leðjan sem á leirkerahjólinu. Hann var með þennan mann á leirkerahjólinu. Svo sendir hann að vatnslaugin í Sílóam, fara og þvoðu þér. Alveg eins og gerist á leirkerahjólinu. Leirnum blandað við vatn. Munurinn bara sá, við höfum vatn úr munni drottins. Við höfum orð Guðs sem blandast leirnum okkar í dag og þetta hreinsar augun okkar og gefur okkur sjónin á ný. Það segir í seinna Korinthubréfi í 4. kafla og vers nr. 6. Því að Guð sem sagði, ljós skal skína fram úr myrkri. Hann lét það skína í hjörtu vor, til þess að birtulegði af þekkingunni á dýrð Guðs, eins og hún skín frá ásjónu Jesú Krists. Svo kemur þetta yndislega, ekki það, hitt sé ekki yndislegt. Skilningur okkar svolítið mismunandi á versum í orði Guðs, þannig að eitt vers höfðar meira til okkar en annað. Það bara eðlilegt. En það segir svo, en þennan fjársjóð, og takk eftir þetta fjársjóður. Fjársjóður eitthvað sem hulið, eitthvað sem dýrmætt, eitthvað sem að sækjast eftir. Þennan fjársjóð höfum við í leirkerum, sem eru ég og þú. Til þess að ofurmagn kraftarins sé Guðs en ekki frá oss. Af hverju segir hann þetta? Þennan fjársjóð geymir hann í leirkerum. Við erum ekki búin til úr stáli, gulli eða eitthvað öðru. Nei, brothættum leirkerum. Leirkerum sem brotna hvað eftir annað. Leirkerum sem hann hendir ekki frá sér, heldur býr til ný-ker úr sama leirnum. Og af hverju við kynum að spyrja, af hverju gat hann ekki bara gert okkur úr gulli? Það sem þarf aldrei að hafa ágjur af. Það sem við brotnum aldrei eða beyglumst aldrei. Ég ætla að segja ykkur það, þegar Gideon fór í stríð við Mídíaníta og þeir settu ljósin ofan í leirkrúsir, það var ekki fyrr en krúsirnar voru brotnar
sem að ljósið fékk að skína út. Það þarf að brjóta kerið. Það verður að brjóta kerið. Það er hluti af þessu. Og hann segir, ástæðan fyrir því að þetta er í leirkerum er til þess að ofurmagn kraftarins sé Guðs en ekki frá okkur. Að við hreykjum okkur ekki upp af krafti Guðs. Á allar hliðar eru við aðþrengdir en þó ekki ofþrengdir. Við erum efablandnir en örvæntum þó ekki, ofsóttir en þó ekki yfirgefnir, felldir til jarðar en tortímumst þó ekki. Þetta er ótrúlega magnað. Við getum alltaf huggað okkur við það. Þetta er allt til þess að dýrð Guðs verði opinber, alveg eins. Og þegar farísearnir komu með blindamannin aftur og sögðu við drottinn, hver er ástæðan fyrir að hann er blindur? Er það vegna þess að hann hefur syndgað eða foreldrar hans? Pælið í þessari spurningu. Trúleysinu og hrokanum í þessari spurningu. Jesús sagði, hvorugt. Það er til þess að dýrð Guðs verði opinber á honum. Alltaf. Það er alltaf dýrð Guðs. Það er alltaf Guð sem að mun eiga heiðurinn, dýrðina, vegsemdina. Það mun aldrei vera ég eða þú. Ég segi sem betur fer. Egóið í manninum vill sækjast eftir dýrðinni. Það er manninum eðlislægt að vilja dýrðina, vilja heiðurinn. Það er fallið eðli mannsins. En drottins er alltaf heiðurinn, dýrðin og vegsemdin. Hvað er amen? Ég var að standa á fætur. Ef það er einhverjir hérna inni sem að vilja fyrirbæn, þá endilega eru hérna fyrirbiðendur. Allavega ger ég ráð fyrir því. Þannig að ég veit að það er þá allavega fólk til staðar til þess að biðja fyrir ykkur og með ykkur. Þannig að endilega ekki hika við það. Stöldum bara við, það er enginn að flýta sér. Förum bara rólega. Ég ætla að spila og syngja eitt lag kannski á meðan við biðjum saman.